Ágætu þáttakendur í ráðstefnu Geðhjálpar. Það alveg óskaplega gaman að sjá hvað þetta góður hópur og stór samankomi hér í dag að þessu tilefni. Ég ætla að segja ykkur nokkrar sögur af minni reynslu af nauðung og valdbeitingu sem ég hef upplifað gagnvart fólki með geðraskanir. Ég ætla að lesa þetta upp hratt og örugglega til að halda mér örugglega við tímarammann og mér hafi mest langt til þess að fá að tala hér bara eins og á fundi geðhvarfahópnum okkar. En þessar sögur eru meðal annars valda til að vinna gegn þeirri afneitun sem framkom hjá tveimur ágætum geðlæknum, kollegum mínum og vinum, í góðri umfjöllun Fréttablaðsins nýverið efni þessara ráðstefnu. Annar hélt því fram að á Íslandi veri löng hefð fyrir því að beita ekki geðsjúka nauðung. Hinn sagði að notkun einangrunarherbergja hefði ekki tíðkast á Íslandi í 80 ár. Hvorug fullyrðing stenst skoðun. Leið og þessar sögur eru sagðar vil ég leggja áherslu á að Geðhjálp ætlar sér ekki að hefja nornaveiðar í geðheilbrigðisþjónustunni. Okkur stendur nær hjarta þakklæti til þess mikla fjölda starfsfólks sem lagt hefur sig fram við að hlúa að og bæta hag geðsjúkra. Vorið 1964 var ég með hópi ungs fólks tilvonandi skiptinema og kristilegra ungmenna frá Skotlandi og Frakklandi í sjálfboðavinnu að mála skólabyggingar á Hólum í Hjaltadal. Þarna upplifiði það að ungur Bandaríkjamaður, einstaklega vel gefinn skiptinemi sem verið hafði á Íslandu veturinn og lært íslenskuna vel, veiktist á geði. Við vöktum fram eftir og margt var spekulerað. Smám saman spenntist hann upp og varð uppteknar af yfirvofandi innrás kommunista og gerði sér hvað eftir hann að ferð út í kirkjugarð til að huga að leiði Kennedys eða þá til þess að hitta hann. Þetta var rúmu hálfa ári eftir morðið á forsetanum. Læknir var kallaður til og við félagar hans fengnir til að halda honum niðri á gólfinu meðan læknirinn sprautaði með geðlyfi. Vinur okkur var fluttur beint á Klepp. Þetta sat í mér lengi, 17 ára gömlum. Haustið 1969 héldu Tenglar ráðstefnu og báru saman bækur sínar ástandið á hinum ýmsu stöðum þar sem starf þeirra fór fram. Starf Tengla sem hófst á Kleppsspítalanum í febrúar 1966 miðaði að því að rjúfa félagslega einangrun geðsjúkra á stofnunum og leið að krefjast virðingar og mannréttinda þeim til handa. Eitt þeirra staða sem var heimsóttur reglulega var vistheimilið Arnarholt á Kjalarnesi og þar eignuðust við vina á 4 ára skeiði sem starfið varaði þar. Í skýrslu frá Arnarholtshópnum var greint frá því hvernig sella eða einangrunarklefi var notaður í refsingarskyni meðal annars fyrir strok. Ungur vinur okkar, maðurinn tvítugt, sem reyndi að fara í leyfisleysi til Reykjavíkur að hitta pappa sinn, náðist fljótlega og var settur í selluna. Þangað var honum fluttur matur í gegnum lúgu og á gólfinu var niðurfall þar sem hann gat gert þarfir sínar. Síðan var spúlað með vissu millibili. Eftir að hann slapp út reyndi hann strax aftur að strjúka til pappa síns. Enn á ný náðist hann stutt frá Arnarholti og var fluttur tilbaka. Þessu sinni var refsingin 2 vikur í sellunni. Í janúar 1971 lagðist ég inn á Kleppsspítalann, mjög ruglaður, nýkominn frá Þýskalandi þar sem ég hafði lent á geðdeild í 2 vikur í kjölfar mikillar kannabisneyslu og fengið þar nauðungarmeðferð. Á Kleppi var ég í fyrsta opinni rólegri deild en síðan fluttur á órólegu deildina, þar sem ég var í fyrstu í einangrunarherbergi í sellu sem kölluð var í norðurenda gangsins á deild 10. Í Tübingen kynnti sig því í fyrsta sinn að vera haldið af hópi manna meðan lyfið var sprautað í mig með valdi. Þessi kynni voru endurnýjuð á 10. Ég læknaðist ágætlega af ranghugmyndum og var útskrifaður nokkrum vikum síðar með greininguna hassgeðveiki. Það er eftirminnilegt að eftir að ég var komin á 10. komst ég að raunum að samsjúklingar mínir þar, gamlir vinir úr Tenglastafinu, tóku mig ekki gildan sem sjúkling. Heldur voru þess fullvissir að þetta væri bara nýtt skref í starfi Tengla. Nú létu þeir ekki heimsóknir duga, heldur leiguðust inn. Áratug síðar í kjölfar nokkra mánaða bindindistilraunar
og síðan að hefja hastneyslu að nýju, fór ég að upplifa hreina og tæra maníu. Þetta var vorið 1980. Ég reyndi árangurslaust að fá geðlækna til að taka mig að sér á stofu, en fékk mig þó lagðan inn á nýju geðdeildina á Landspítalanum 32C. Þar varð ég fljótlega óvinsæll fyrir skemmtilegheit og óþekkt og mér var útýst. Þá reyndi ég að fá innlögn á Kleppsspítalanum, meðal annars fyrir milligöngu vaktlækna bæði Reykjavík og Hafnarfirði. Kleppsspítali neitaði að taka á móti mér nema ég kæmi sviptur. Þetta var dílað á bakvið mig, móðir mín og systir fengna til að skrifa undir sviptingarbeiðni sem innihélt yfirlýsingu að ég væri hættulegur sjálfum mér og öðrum og vinurinn minn staðfesti það með læknisvottorði. Þetta var mjög erfitt fyrir þær, ekki síst móður mína, og þetta sat í henni alla tíð að hafa skrifað undir slíkt. Vitandi að það væri ósatt, ég hefði aldrei blakað hendi yfir nokkru manni, en ég gert tilraun til að skaða mig. Konan mín neitaði alfarið að taka þátt í þessu, en fjölskyldunum var stillt upp við vegg, svipting skyldi það vera, annars fengi ég enga meðferð. En á þessum tíma var raunar iðulega notuð svokölluð skúffusvipting af tillitssemi við sjúklingu og fjölskyldu. Þá fór beiðnin og læknisvottorð til dómara sem fullnustaði ekki gjörningin, heldur geymdi skjölin í skúffu klár til afgreiðslu. Sjúklingurinn var hins vegar meðhöndlaður eins og hann væri sviptur sjálfræði. Ekki alveg löglegt, en vel meint. Þessu sinni beið mín ekki einungis vígsluathöfnin eins og áður lýst þegar 5-6 af stóru strákunum halda mann á gólfinu, meðan haldól í vænum skömmtum sprautað inn eða ámótað lyfi. Haldól annars gott nafn fyrir lyf sem á að koma í staðinn fyrir ól eða belti og halda fólki niðri. Haldól. Það ekkert verið að óla með niður. Rannar minn, menn eru haldólaðir niður. Miklu traustara. Yfirleitt þurfti ekki að endurtaka athöfnina því að hótun dugði sem valdbeiting, þannig að nauðungarmeðferðin gat haldið áfram án þess að kalla til þungavéttaliðið. Hitt sem beið mín var 2-föld lögregluvakt allan sólarhringinn í viku tíma eða svo, áður en stéttarleyfi fékkst í fylgd tveggja, leyfi til að fara út undir bert loft. Það spurðist borgina fyrir tilstilli leigubílstjóra, lögreglunar og annara að það væri eitthvað mikið að vera á Kleppi, einhver meiri háttar sjúklingur á tíunni sem þurfti 2-falda lögregluvakt yfir. Fyrir þessum fjölda ágætra lögreglumanna var það kannski illskiljanlegt til hvers þeir voru þarna, en fyrir þeim var þetta róleg og velborguð aukavinna og fyrir mér góður félagsskapur. Hafi lögreglufóbían einhver tíman hrjáð hassanan mótmælandan, þá læknaðist hún algerlega af þessum góðu kynnum af almennu deild lögreglunar. Deildarstjóri á Kleppsspítalanum, góður og gegn starfsmaður, greindi mig frá því fyrir ári síðan að nú væri nauðungarmeðferðin framkvæmd með minni mannafla en áður og eftir markvissa þjálfun starfsfólks væri miðað við að ekki þyrfti nema 3-4 til að halda sjúklingi sem spraut á með valdi, í stað 5-6 áður, jafnvel 7. Ég verð að viðurkenna að sennilega hefur skort hjá mér viðeigandi aðdáun á þessari velheppnuðu hagræðingu í starfsemi spítalans. Ég fékk síðast þessa afgreiðslu í janúar 1985 þegar ég kom með sjúkraflugi norðan frá Húsavík, þar sem ég hafði starfað 3 vetur sem heilsugæslu og sjúkrahúslæknir og var fluttur á 33C. Ég stakk upp á því við Sigur sýslumann vinn minn sem fékk að fljóta með suður að við fengjum okkur að borða á kaffeteríunni á Hótel Loftleiðum eftir lendingunni í Reykjavík. Ég var glorhungraður, hafði neitað að þiggja nokkuð á lögreglustöðinni á Húsavík þar sem ég hafði eytt nótt í fangaklefa. Það var þarna sem lögreglan sem beið okkar ruglaðist á mér og sýslumanni. Eins og lögreglumaðurinn sem fylgdi mér að norðan sagði okkur hjónum frá núna í sumar þegar við gistum hjá honum á Rauðuskriðu. Ég gekk nefnilega djarflega fyrstur út í vélinni og spurði strákana í Svörtumaríunni sem beið hvort ekki væri í lagi að við fengjum okkur smá snarl. Þeir héldu nú það blessaði drengirnir. En þegar þeir sáu sýslumanni taka stefnu beint að hótelinu, þá skildi hann ekki sleppa þeir hlupa að til að stöðva hann
En Jóhannes, lögreglumaður, leiðrétti við þá að þetta var ekki sjúklingurinn. Það var ég fyrst í sumar ég fekk þessa skýringu á kviknum sem ég hefði heyrt og trúði varla að gaus upp hjá gárungunum á Húsavík fyrir nærri 30 árum að það væri nú aldeilis ástandi í henni Reykjavík. Lögreglan þar hefði ruglast, sýslumaður væri á geðdeildinni en Sveinn Rúnar gengi laus. Eins og áviðu margan kvittin var hann ekki alveg laukréttur. Ég stóð á geðdeildinni frammi fyrir þeim geðlækni sem var á vakt en ekki þeim sem mér hafði verið sagt að tækja á móti mér. Þessi ágæti maður sem ég átti síðar eftir að hafa gott samband við árabili gegnum starfið var ekkert að hangsa. Heldur kallaði eftir hálftonninu, 5 til 6 starfsmönnum svo að hægt var að sprauta haldólinu sem fyrst. Þannig hófst næst síðasta nauðungarinnlögnin mín sem stóð aðeins í 2 vikur eins og lögin leyfðu þá. Hún var helst til stutt ef út í það farið. En það er önnur saga. Saga drykkju, landshornaþvæling og maníurugl sem leiddi til skilnaðar. Síðast innlögnin mín á geðdeild var 2 mánuðum síðar, 7. maí 1985 og í mínu minni sjálfviljug en í 300 blaðsíðna sjúkraskrá sem ég fekk í hendur í gær sé ég að hún var einnig nauðungarinnlögn, sú 7. á 5 árum. En nú var botninum náð, konan, börnin og vinnan farin, að 15 dögum liðnum var fjölskylda mín, foreldrar og systkini, tilbúin með beiðni sjálfræðissviptingu sem var þinglist og áframhaldandi dvöl tryggð á deildinni. 3 vikum síðar var ég útskrifaður í sátt. Síðan eru liðin nærri 29 ár. Hvernig ég hef eignast gott líf eftir þessar hremmingar og gengið laus allan þennan tíma er saga sem verður að bíða. En það er 1 punktur sem ég vil endilega koma hér á framfæri og minnir á hversu framkoma starfsfólks er mikilvæg, einkum að mannvirðingin sé ævinlega heiðri höfð leið og mannréttindi hversu eins eru virt. Eftir reynslu mína sem sjúklings af tugum starfsfólks, lækna, hjúkrunarfólks, sjúkraliða og ekki síst almennra starfsmanna, situr það eftir hversu margvíslegt, gott og skemmtilegt fólk starfar á þessu sviði. Auðvitað eru alltaf undantekningar, einstaklingar sem eru leiðilegri við mann í framkomu en aðrir, kannski vegna þreytu, erfiðleika heima fyrir, eigin sjúkdóms og vankanta eða einfallega vegna þeir ráða ekki við að kunna ekki á viðkomandi sjúkling og hann svo leiðilegur erfiður að viðbröðin verði ekki upp á því besta. Á hinn bóginn er starfsfólki sem alltaf sýndi virðingu í hvívetna, notalega umgengni, lipurð, stuðning og skemmtilegheit. Ég verða að viðurkenna að eftir öll þessi ár og þótt ég þykist verið í sátt við alla, guð og menn, þá ger ég upp á milli. Ég fæ aldrei full þakkað notalega liðinu, þykir innilega vænt það og alveg sama þótt sumir hafi orðið hundleiðilegi prestar, sem án svo sem ekki við neitt sem ég þekki, eða lögmenn helstu fjármálaspekulanta hrunsins, allir fá þér knús og komast ekki undan. Til hinna sem áttu erfiðar kinka ég kolli. Ég veit að þetta er ósanngjarnt, en hjartað er dómhart. Ég vona þess að persónulegu sögur varpi ljósi á veruleikann sem snýr að okkur sjúklingum. Það verður að bíða betri tíma að segja frá þátttöku minni sem læknis við nauðungavistun annarra, eins og þegar ég lendi því á læknavaktinu og einni og sömu kvöldvaktinni að leggja 3 einstaklinga inn á þennan hátt. Ótrúlegt en satt og sem betur fyrir gekk það allt stórsleysislaust, meðal annars fyrir það hversu yfirleitt hæft lögreglufólk kemur að slíku. Sjálfur hef ég verið gæfusamur og komist býsna óskattaður frá geðsjúkdómum og meðferðin sem ég hef fengið. Það var langt í frá alla. Margir deyja vegna geðsjúkdóma og enn aðrir hafa dáið af völdum meðferðarinnar. Til dæmis danskur kunningi minn úr Norræna sumarháskólanum sem fekk hjartaslag og dó þegar hann var ólagður niður á geðdeild fyrir nokkrum árum. Fjöldinn allur býður þess aldrei bætur hafa fengið þá meðferð sem veitt er, með og án ofbeldis. Við eigum langt í land, þrátt fyrir að fólki þessum geira leggja sig fram og margt hafi áunnist. Samt vil ég minna á að nauðung og valdbeiting og þar með hótunum valdbeitingu á ekki heima í lækningum. Og þetta er ekki bara persónuleg skoðun mín, hún byggir meðal annars á ákvæði í sáttmálanum réttindi fatlaðs fólks sem Ísland hefur fullgilt. 12. grein fjallar rétt til að ákveða búsett og hvort læknismeðferð sé þegin
Og þar segir í 25. grein að læknisþjónusta verða að grundvallast á frjálsu og upplýstu samþykki. Og í skýrslu frá aðritara Sameinuðu þjóðanna segir sérstakur eftirlitsmaður, special rapporteur, að samþykja á nauðungarmeðferð og nauðungarvistun fari þvert á það sem sáttmálinn gerir ráð fyrir. Almenn sáttur það að mannréttindaákvæði þessum sáttmála gildi jafnt fyrir fatlaða, sjúklinga og fólk almennt. Það er tímans kall að við framfylgjum þessum sáttmála sem og öðrum mannréttindasáttmálum og göngum djörf fram í því að útrýma mannréttindabrotum, vanvirðandi meðferð, nauðung og ofbeldi úr allri heilbrigðisþjónustu. Takk okkur fyrir áheyrnina og takk fyrir að koma.